Gott fólk, hér síminn sem allir að tala það Samsung Galaxy S5. Það sem maður sér strax sem maður tekur símann hann mjög svipaður og S4 í útliti. Helsti munurinn náttúrulega bakið. Svo sjáu þetta svona plastbak með svona doppum einhverjum og það að segja að það fer opaslega vel í hendi. Það mjög gott grip sem maður fær og maður verður ekki svona sveitt gripið eins og var á plastinu sem var á S4. Svo sjáu þið að það svona lok sem fyrir USB-tengið. Það til þess að síminn geti verið alveg vass og ríkhaldur. Síminn mjög fljótur og snöggur og það bara ekkert hægt að taka það á honum. Maður svæpar til vinstri þá kemur maður inn í sem kallað My Magazine og þetta virðist vera svona aðeins frá áhrifum Google Now launchunum því að þarna fer maður beint inn í Google Now og þú svæpar til vinstri venjulega. Annað sem maður að segja að útlitið á stýrikerfinu orðið töluvert skárra en það var. Þetta ekki lengur jafn ógeðslegt eins og TouchWiz var alltaf og þeir eru aðeins farnir að tóna sig niður sem náttúrulega bara hið besta mál. Við kíkjum inn í til dæmis S-Health, prófum að setja puttan á fingrafaraskannann sem aftan á. Kíkjum maður Það virkaði nú áðan, það vildi meina ég verið með 239 slög á mínútu. Það gæti kannski verið þetta. Nei, nú 86 slög. Það nú nærði sem að Fit úrið sagði mér áðan. Það nú kannski ekki mikið að segja síman annað en kannski til dæmis myndavélin. Ég veit ekki hversu vel ég get sýnt ykkur þetta en með það ég taka þetta upp á símanum af því að myndavélin mín var batteríslaus. Þið sjáu hvað hann óbúslega fljót að skipta fókus. Það náttúrulega það sem þeir eru helst að segja. Það vilja meina þessi 0,4 sekundur. Þeir eru í frá því að það sé bara rétt hjá þeim. Það er líka óbúslega fljót að taka myndirnar. Myndirnar eru mjög skarpar. Þannig að þessi sími klárlega að fara að keppa eina bestu snjallsíma myndavélina í bransanum. Hann kannski ekki mikið annað að segja síman. Þeir eru náttúrulega með Galaxy Essentials, Galaxy Gifts eins og þeir tölum og það er þetta stjórn á úrinu ég er með gír úr við hliðina en ég geti sé annað myndband þar sem ég skoða það betur. Síminn bara þokkalega flottur. Ég myndi segja að útlitið á þessu svarta það skásta. Ég ekki alveg hrifinn af til dæmis gullútlitinu en mér finnst hann líta meira út eins og plastur heldur en sími. Það verður þó spennandi að sjá hvort að þessi sími verði sá besti en Xperia Z2 mjög flottur myndi ég segja og svo verður náttúrulega að sjá hvað HTC gera með nýja One síman sem er tilkynna eftir mánuð. En fyrir þá sem eru að íhuga að kaupa sér snjallsíma þá þessi alveg vel inni í myndinni.